Frá því í byrjun árs 2014 hafa Dalvíkurbyggð og Fjallabyggð verið í samstarfi varðandi tónlistarnám og haft einn skólastjóra yfir tónlistarskólum beggja sveitarfélagana. Í samningi sem gerður var samstarfið lýstu menn yfir vilja til frekara samstarfs og jafnvel sameiningu skólana. Sameining Tónskóla Fjallabyggðar og Tónlistarskóla Dalvíkurbyggðar hefur nú verið samþykkt og skólinn starfar nú undir nafninu Tónlistarskólinn á Tröllaskaga. Markmið skólans að efla tónlistarþekkingu og iðkun tónlistar, auk þess að stuðla að eflingu tónlistarlífs í sveitarfélögunum. Árið 2013 þá verður þetta þannig til að það hringt hérna í mig og ég spurði hvort ég hefði áhuga að taka mér að verða skólastjóri á Dalvík. Ég var skólastjóri hérna í Fjallabyggð og sem sagt ástæðan fyrir því að Ármann Einarsson hætti sem skólastjóri á Dalvík og ég þurfti að hugsa þetta svona smá en hringdi svo aftur í bæjarstjóra minn og sagði að ég væri til í að skoða þetta og náttúrulega með því markmiði þá að við myndum þá saman þetta því að það náttúrulega maður sá það náttúrulega fyrir sér í hendi að það var mjög erfitt að vera skólastjóri í tveimur bæjarfélögum og vera síðan sem sagt að vinna sem sagt með þá sérnefndum og það var annar yfirmaður og það var allt svona tvöfalt. En svo skeiði það bara að það urðu kosningar, það fólk hætti þannig að máli var alltaf svona, það var alltaf í rauninni svona, við vorum alltaf svona vekja máls á því að hvernig við ættum að klára þetta og þetta tók 2,5 ár og síðan var þessi samningur, það var skrifað undir hann núna í síðustu viku og þetta lítur allt miklu betur út núna og það sér skólanefnd yfir skólanum og þannig að þetta verður allt miklu einfaldara. Og hver stærðin á þessum skóla? Hvað eru margir nemendur? Við erum núna með 165 nemendur sem eru í hljóðfæranámi og þá eftir að bæta svo inn á skráningunum hjá okkur á kórum og samspil og öðru sem við verðum með í vetur. En ég geti trú að þetta svona rúmlega 200 nemendur sem eru þá skráðir núna í september. Það töluverið fjöldi, ekki fjölmennari byggðum. Já, tónlistarhefðin hefur verið mjög rík á öllum stöðum. Það hefur verið ríkhefð bæði á Siglufirði fyrir tónlistarnámi og hérna í Ólafsfirði og Dalvík og við bara náttúrulega vonum það að það er ekkert mikið sem breytist. Við erum með þetta sama fólk en svona áherslurnar breytast bara í því að það verður náttúrulega yfirstjórnin á skólanum er rauninni eina sem breytist. Þannig að það verður bara allt einfaldara en þessi fyrirkomulagið og hvernig við höfum starfað í hverju sveitarfélagi fyrir sig, það breytir ekki neitt. En hvernig það að starfa ekki á tónlistarskóla sem starfar í svona mörgum byggðakjörnum? Fyrst virkaði svolítið skrítið en eins og svo margt annað þegar maður er orðið vanur því. Og það er fullt af fólki sem er að keyra á milli orðið í dag. Sennilega hefur þetta ekki gengið upp fyrir svona einhverjum 20 árum síðan bara út af veðri og vegum og ýmsus en núna með þessari tækni náttúrulega sem við erum að vinna með í dag að þá er þetta afskaplega lítið mál. Og ég held að það nú bara komið einu sinni fyrir í fyrra, ég gæti ekki farið á Dalvík vegna þess að veðrið var það vont að ég komst ekki. Þannig að þetta er heilmikla breytingar og þá sérstaklega veðurlega séð. En þið starfið bæði, nú erum við hérna í Tjarnarborg og Ólafsfirði en svo eru þið líka í grunnskólum á svæðinu. Já, við sinnum allri dómnefndakennslu í báðum sveitarfélagunum. Og það er misjafnt, við kennum í til dæmis tónlistarskólanum á Dalvík. Það er kenndómnefnd en hérna í Fjallabyggð þá fara kennarar inn í skólana og kenna þar. Og hvað eru margir kennarar við skólan? Við erum 16 kennarar sem vinnum við skólan og síðan er fólk náttúrulega utan sem séu ræstingar og þannig að þetta er allt til og þá er þetta 20 manns. Og er kennt á öll hljóðfæri hér? Já, við kennum öll hljóðfæri nema selló, við höfum ekki verið með það. Það er
ef einhver ætlar að læra selló þá verður hann farin að Akureyri. Það bara svoleiðis. En nú hérna þessi fyrsti vetur að fara af stað hjá Sameinuðum tónlistarskóla. Hvernig leggst þetta í fólk? Þetta leggst ágætlega bara í fólk. Ég náttúrulega eins og með alla breytingar, þegar kannski voru ekki allir endilega ánægðir með þegar við sameinuðum náttúrulega tónlistarskóla Siglufjarðar og svo tónlistarskóla Ólafsfjarðar, en allt gengur þetta yfir og fólk sér að það náttúrulega sama þjónustu og þjónustustig sem við erum að veita, og það alveg sama með þessi sameiningu. Það alltaf einhverju á móti, en smá saman þá bara settlast það og allir bara verða ánægðir með þetta. Já, svona sameiningi náttúrulega væri ekki bara hægt að framkvæma nema að starfsfólki náttúrulega sem vinnur með mér hérna í skólanum og sem alveg rosalega duglegt og kraftmikið fólk, alltaf tilbúið til að leggja út í einhverja vitleysu með mér og ég bara, eins og ég segi, og líka náttúrulega fólki sem í kringum okkur á skrifstofum bæjarins, að það endalaust að hjálpa okkur, þannig að þetta takist aldrei nema með allir væru samstiltinn inn á þetta verkefni.